Jæja, þá eru almenningssamgöngunar. Strætó. Já. Algjör snilld. Akkúrat. Þetta svona sem að alþýðumaðurinn kemst næst því að hafa einkabílstjóra. Góða punktur. Þetta náttúrulega bíl, þannig að þú fær þau gæði. Einmitt. Og þá hefur raunar tíma til að gera hvað sem er. Já. Jafnvel að vinna. Einmitt. Maður byrjar nú ekki að vinna á einkabíl. Nei, einmitt. Þannig að þetta er frábær kostur. Já, hárið rétt. Svona alltaf miklu minni umferð ef að fyrir einn strætisvagn en 50 bíla. Já. Þannig að þetta skapar líka pláss. Akkúrat. Þetta er bónus fyrir einkabíla notendur líka. Hárið rétt. Svo er annað í þessu að orkuskiptin er miklu einfaldari þegar við erum að tala um almenningssamgöngur. Já, nákvæmlega. Miklu skilvirkara að skipta út einum díselstrætisvagni í staðan fyrir 50 díselfólksbílum. Já. Það segir sig sjálft. En er vagninn að koma það? Nei, byrju, ég ætla að sjá appinu. 2 mínútur. Já, þetta er bara annað, sko. Núna er líka í gamla daga, það fannst mér svona leiðilegastir almenningssamgöngur. Það var þessi bið. Það leiddist þegar maður var að bíða. Vissi ekki hvernig vagninn var að koma eða hvort maður var nýbúinn að missa honum eða hvað það var. En núna er allt, sjá þetta allt í appinu. Já. Sem þýðir líka annað að það er allir með afþreyingu á sér. Þannig að þér leiðist raunar aldrei. Góður punktur. Það er alveg hægt að klára heilu þáttaraðirnar bara í strætóskílunum og svo í strætónum sjálfum. Eða spila tölvuleiki eða vinna. Akkúrat. Þannig að þetta er frábær lausn. Er annað að koma? Já, herðu, gera þetta oftar? Já, gera þetta oftar.